Jón Gauti Dagbjörnsson, útibússtjóri Ólís í Grindavík. Þetta svona eitt af þessum svona öðruvísi viðtölum sem við ákveðum að taka í hérna kringum Íslandsmótið. Við ætlum að mæla okkur móti í gær bara á þessum Íslandsmótið haldið inn í Hvaleiri. Þurftum að gera þetta bara hérna í Grindavík. Hvað ertu að gera hérna í Grindavík núna? Já, ég svo sem náttúrulega bara séum Ólís í Grindavík og hérna var til dæmis núna að var með vöru hérna er mót í dag, bláalónsmóti, kvennamót, stórt og mikið mót og það þarf pappír, þetta mikið af fólki, þá allir þurfa að pissa og kúka. Jú. Og þetta hluta því sem Ólís ekkert bara bensín, eins og sumir kannski bensín og olía. Nei. Það kannski minnsti þátturinn. Já, nei, þetta skiptir allt máli, en Ólís náttúrulega bara með mikla tengingun í íþróttir bara á Íslandi. Já. Styrkja víða og meðal annars nokkra golfklúbba og golfklúbbin hérna og svo bara með því í viðskiptum, ég meina. Það sem það vantar, rekstravörur, olíu og tæki og smurolíu og annað, það bara. Já, þannig að þið eru bara með þennan golfklúbb í ykkar umsjá, basically. Já, það má segja það. Já, og þú náttúrulega hefur tengingu, þú ert komin í stjórnina eða ekki, hefur ekki verið rosalegur meðbyr með þessum klúbbi og mikil aukning eftir að þú tókst sæti í stjórn. Þetta freistandi að tala þannig það. Nei, jú, vissulega mikil aukning í klúbbnum okkar og það hefur sennilega akkurat ekkert með mig að gera. En bara gaman, það rosa gaman í golfklúbbi Grindavíkur þessa dagana. Já, völlurinn í frábæru standi og hefur verið mikil traffík í sumar. Já, mikil traffík og það náttúrulega helst mikil, þú veist, veðrið og það ýmislegt sem að skipti máli í þessu. Já. En segðu mér annað, það náttúrulega, þú ert náttúrulega bara mikill áhugamaður golf, hefur verið að fylgjast með Íslandsmótinu og hvað, á ekki Ólís, svona þannig sé sinn fulltrúi, þið ekki dálítið að fylgjast með? Ég vil meina það. Það að Máni, ungur ég, hvað hann, 15-16 ára? 15-16 ára í Íslandsmóti. Já, ég fylgist dálítið með honum. Og hann er í Keili? Já, ég veit nú ekki hvað klúbb. Jú, hann er í Keili, já. Og hvað, mamma hans að vinna í Ólís? Mamma sem mest hrekkjalómur Ólís og sér að hrekkja fólk þar og ásamt ýmsum öðrum störfum. Já. Og ég fylgist mest með honum. Já, og hann greinilega fór vel að stað, en ég held hann að vera á parinu og þannig að... Gríðarlega efnilegur, maður ekki ná þessum hæðum með sitt eigigólf, það nokkuð ljóst. Nei. Og hvað, svona áttu vonað að þú munir jafnvel kíkja inn í Hvaleiri eða? Ég ætla að reyna að gera það. Það þarf aðeins að fitta inn mann og eitthvað að reyna að spila sjálfur og kem aldrei til með að taka þátt í þessu móti en hérna, já, ég ætla að reyna að kíkja eitthvað. Já. Flott umgjörð þetta núna og mjög flott umgjörð. Já. Og ef ekki þá náttúrulega Rúf að sinna þessu vel og svo þetta Gylfingur, þú ert auðvitað búin að horfa á öll viðtöl á Gylfingi, eða ekki? Já, flest allavega. Já. Flest. Og það verður bætt í meira í dag og bara næstu daga. Já, þetta bara flott, spennandi. En þú átt sem sagt ekki vonaði að þú munir einhvern tímann keppa á Íslandsmótinu? Nei, ég ger ekki ráð fyrir því og ég efast ég komist nokkurn tímann í 50+ Íslandsmóti. Nei. Það nú meira val, segir ekki. Nei, það mun aldrei gerast. Nei, en kannski áður við komum að setja talið að bara golfarunum, Gylfingnum Gauta, ekki, það dálítið mikil golfmenning innan raða Ólís eða ekki? Jú, það starfræktur klubbur innan Ólís og hann bara þó nokkuð virkur. Flott fólk sem að sér hann og sinnir bara upp á 10. Við erum með... Og hvað, það einhver mót sem eru þið? Ólís mót og... Já, það innan félagsmót og hérna við erum með 3-4 mót á sumri. Síðasta mót var í Hveragerði ef ég maður rétt. Ég fór þangað og náðu ekki einu svona að vera dregin út úr skórkortum, en það bara eins og það er. Já. Það nú svona veljunin sem hann horfir mest í. Og svo, það bara mjög flottur klúbbur og skemmtilegt í kringu það. Og svo Ólís það eru 4 fyrirtæki sem eru með svona, hvað var kallað, fyrirtækjamót. Það er haldið einu svona ári. Það er Ólís, Landsbankinn, HS Orka og ProGastro, heitir það ekki núna? Ég held það. Ok. Það er fastus, ég man ekki alveg. Já. Og það er semst eitt mót á sumri og 4. hvert ár er farið út og spila. Ég hef einu sinni tekið þátt í því. Já, hvað, London eða ekki? Jú, fórum til London. Síðast fór þessu... Frábært golf en ömurlegur matur. Já, það er vægt til orðatekki. Brettin er ekki alltaf þekktur fyrir... Nei, þar kynntist maður nýju kryddi sem var Hráka og Rafdala kokk. Það var mæla ekki með því. Já. En einhver lítur ástæðan vera fyrir því að Ólís ákveður að senda þig sem, hvað, ert þú besti Gylfingur Ólís þá eða?
Nú freistandi að finna legarann í sér. Og nei, ég reyndar, ég vil meina sko bæði, ég í golfklúbbi Grindavíkur og svo í golfklúbbi Ólís. Og í báðum þessum klúbbum ég langt besti kylfingurinn, en ekki einu sinni, aldrei, hef ég nokkuð tímann sýnt það. Já. Nei, ég slakur meðalgólfari, ég get verið fínn gólfari á góðum degi, síðan bara eins og blindfullur abbi sem getur ekki einu sinni opna banana, skamlaug sko. Já, ert þú ekki svona með skýrari dæmum já, bara beauty, fegurðan í leiktum að þetta fara hól í höggi sem alla kylfinga dreymir þú ert búinn að ná því tvisvar. Já, það það eina sem ég hef. Ef ég ligg undir ámæli og verið að gera grín að golfinu mínu, þá get ég gripið í þetta. Sagan segir að bæði höggin hér í Grindavík og þínum heimavelli og á þessari 18. holu núna í sumar bara. En fyrra skiptið, hvenær var það? 2006, þá hámarksforgjöfin 36. Já, sannarlega. Og Sagan segir að þú hefði verið með alveg royal í fulla 36 á þeim tímapunkti. Já, það ekki ígjur að halda því fram. Það bara einfaldlega satt. Og þá var völlurinn ekki nema 13 hólur. Já. Og ég heyrði... Það grín sést nú meiri. Já, þetta grín þarna, já. En þá var sem slegið þarna uppi. En alveg fyrstu 9 hóluna, þá ertu alveg sýnir fram á bara rétta forgjöf. Já. En hvað gerðist síðan, ef þú reynir? Nei, ég mun aldrei geta útskýrt það eitthvað. En höggið var vissulega falleg. Og það var á móti sólinni, þetta var á hausti, sólin blindaði. Og áttir ekki dálítið fyndna setningu. Félaginn sagði, herðu, þú fórst hól í höggi. Og hvað sagði þú þá? Það búið að nudda mig töluvert upp úr þessu. Ég sagði, nei, það getur ekki verið Biggi. Ég með 36 í form. Það búið að nudda mig töluvert upp úr þessu. Eins og mörgu sem við kemur mínu golfi. Já. En það bara... Hér nú framkvæmdastjóri og vallastjóri, Helgi Dan, hann svona... Og hann kennari líka? Já. Og eitthvað að reyna stundum að kenna þeir eða ekki? Jó, hann svona kom, ég var nú að leiðin að hætta sko, svo fekk konan áhuga á þessu, þá var mér bannað að hætta. Þannig að Helgi tók mig dálítið í gegn og segist verið með mig í liðveislu. Og það bara eiginlega rétt, því miður. Já. En allavega Ólismenn bara brattir. Já. Og móti næstu viku hjá okkur í Borgarnesi. Og væntanlega allir Ólismenn Ólisfólk sem heldur með Mána. Já. Og þá ekki einhver þá líka úr bara Keili? Guðrún Brá til dæmis úr Keili. Haldið ekki bara með Keili þá? Og það engin úr GG, Helgi nefndi ekki að mæta til leiks núna? Jú, það ekki bara fínt? Það ekki bara? Svo náttúrulega bara að njóta og hafa gaman að þessu. Þetta uppskýru hátíð bara og vertið og gaman. Það bara frábært. Herðu, takk hérlega fyrir þetta. Já, takk.